Hvað er speglukennsla? Speglukennsla er okkar notkun, okkar þýðing hér í Keili á flipped classroom. Það hefur verið notuð ýmis hugtök til að lýsa flipped classroom, flippukennsla eða vendikennsla. Og í stuttu máli má segja að speglukennsla snúast það að við erum að kennarar taka upp fyrirlestra og setja þá á námsnet nemenda og heimavinnan í rauninni er farið inn í skólan. Mín upplifun af speglukennslu er mjög góð. Ég er búinn að prófa þetta núna í tæpt ár. Þetta er nú önnur sem ég er að klára með þetta og þetta er bara mjög spennandi verkefni sem að bæði mér og okkur í flugakademíunni þótti svona að gaman að breyta til og prófa eitthvað nýtt. Okkur fannst þetta svolítið bundið í bókina. Núna hefur okkur finnst við að tekið að gera námið líflegri og opnara gagnvart nemendunum. Nemendur hlusta á fyrirlestrana heima hjá sér og virka vinnu í kennslutímunum. Þannig geta nemendur hlusta þess oft og þurfa þykir á fyrirlesturinn, hvort sem það er í stærðfræði, sögu, ensku, dönsku eða öðru fagi, eins oft og þeir vilja, stoppað og skrifa niður hjá sér punkta, ígrundað efnið, bakkað og ekki síst kannski geta þeir hlustað þegar þeim hentar, á þeim tíma sem að nemendum hentar. Það sem ég finnst jákvætt í speglakennslu er hversu mikinn sveigjanleika maður hefur gagnvart náminu. Maður getur stoppað og hlusta á fyrirlestra hvenær sem er í rauninni. Þú getur nálgast á í rauninni hvaða tölvuformi sem er, hvort sem þetta er í ferðatölvunni heima hjá þér eða iPadinu þínum, spjaldtölvunni, hvernig sem er. Að alls staðar getur þú staldra við og skoða fyrirlestrarnir ef þú hefur tíma í það. Þannig er að fyrirlestrarnir eru sendir heim, þannig koma nemendurnir undirbúnir í tíma. Í kennslutímanum sjálfum þá eru nemendur byrjaðir strax á því að vinna. Kennari nota kannski 10-15 mínútur í byrjun tímans til að fara yfir efni fyrirlestursins, fara yfir spurningar og kanna hvort að það sé sameiginlegur skilningur á efninu. Og svo má ekki gleyma því að þessi kennsluaðferð er skemmtilegri. Bæði kennurum og nemendum finnst skemmtilegra að starfa í svona umhverfi, þar sem að báðir aðilar eru virkir.